Svarið við því Q1 eru 3, Q2 er jafnt og 5, Q3 er jafnt og 8 og fjórðungaspönnin er 5. Nú prósentumörk, enn ein lýsistærðin, en hugmynda baki prósentumörkum er svipuð og sú sem að baki fjórðungamörkum. Og fjórðungamörk eru í raun prósentumörk. Við erum bara að skoða 25% markið, 50% markið og 75% markið, en við getum leyft okkur að skoða hvaða prósentumark sem er. En með A-prósentumörkum er átt við þá tölu sem er þannig að A% mælinga hafa lægra gildi en sú tala. Líkt á með fjórðungamörkin eru ólíka leiðir til þess að reikna prósentumörk og þetta gerum við nú eiginlega ekki í höndunum, heldur notustu við tölfræði hugbúnaðan. En hugmyndin er svo sama, ég fæ að bakka hér aðeins, ef við ættum að finna 33% markið, þá margköldum við hérna með 0,33 í staðan fyrir til dæmis hér 0,25. Þá erum við komin að dreifni, algengri lýsistærð sem við notum til þess að lýsa breytileika mælinga. Dreifni mælinga er táknuð með S í öðru og hér erum við að tala um dreifni úrtaks og hún er reiknuð á eftirfarandi hætti. Hér höfum við S í öðru, sama sem hér erum við að leggja saman við summumerki frá mælingu I jafnt og 1 upp í mælingu N. Það er að segja að þetta gerum við fyrir alla mælingar. Við skoðum fjarlægðina, það sem er hérna innan svigans er fjarlægð sérhverra mælingar upp eða niður í meðaltal mælisafnsins. Þannig að þau förum hérna fyrst inn í þessa summu, þá er I sama sem 1 og hér stendur þá x1 sem er fyrsta mælingin mínus x bar, en það er ekkert annað heldur en fjarlægð x1 upp eða niður í x bar. Það hefjum við í annað veldi og förum svo aftur inn í summun og gerum þetta fyrir gildi 2, gildi 3, gildi 4 og alveg upp í n. Það leggjum við sem sagt svo saman, þetta er allt hafið í sem sagt x1 minus x bar í öðru plus x2 minus x bar í öðru plus og svo framvegis og svo deilum við í að lokum með n minus 1. Þannig að hér erum við að skoða einhvers konar svona dæmigerðar fjarlægðir frá miðju eða meðaltalinu. S í öðru er aðeins 0 ef alla mælingarnar eru jafnar. Annars er S í öðru ávallt stærra en 0. Ef þið fáið til dæmis út neikvæða tölu fyrir S í öðru þá hafið þið reiknað vitlaust. Og það gildir að því lengra sem mælingarnar liggja frá meðaltalinu því hærra verður S í öðru. Hér lítið dæmi hver er dreifni talnasafnsins hér og ég hveti ykkur til þess að íta á pásu og prófa að reikna það. Rétt svar dreifni talnasafnsins er 7,62. Þetta sem sagt þessi lýsistærð dreifni, hún er svona ekkert sérstaklega þægileg vegna þess að nota, vegna þess það er erfitt að gera sér í hugalund, er þetta hátt gildi eða er þetta lágt gildi? Og ég talaði áðan að þetta væri einhvers konar dæmigerðar fjarlægðir frá meðaltali, en það er kannski ekki alveg rétt að því hér eru við sjáum þetta í öðru veldi. Þannig að við skulum bíða augnablik með þá túlkun þar til við förum að tala staðalfrávik sem er næsta lýsistærð. Því að dreifni er einingin sem kemur hérna út. Hugsum okkur að þetta hérna væri einhvers konar mælingar sem væru segjum sem svo að mælieiningin hér væru kílógramm. Við höfum verið að reikna einhverja vikt þarna eða þyngd. Mælieiningin á dreifni væri þá kílógramm í öðru. Og það er svona svolítið skrítið og erfitt að gera sér í hugalönd. Er þetta stórt, er þetta lítið, svona samanborið við mælingarnar mínar sem eru jú í einingunni kíló. Eins ef við værum að reikna lengdir, þá væri mælieiningin á dreifninni fer sentimetrar, sem er svolítið skrítið.
Þannig að þessi stað fyrir að nota dreifni að þá er staðalfrávik yfirleitt notað. Og staðalfrávik er ekkert annað heldur en kvadratrótin af dreifninni. Og staðalfrávikið getum við túlkað sem svona dæmigerða fjarlægð frá meðaltali. Aftur við erum að skoða hérna fjarlægðið frá meðaltali, fara í annað veldi, deilt með n-1 og svo tökum við rótina. Og þess vegna er staðalfrávikið í sömu einingum og mælingarnar okkar. Aftur er lítið dæmi, staðalfrávik talnasafnsins, sama talnasafn og voru með áðan.